Nám í viðburðastjórnun eins árs starfsnám og 60 einingar og það kennt við Hólaskóla. Heiðar, segðu mér aðeins, hvernig það byggt upp? Þetta nám byggt þannig upp að það farið í gegnum svona grunnskipulag viðburða auðvitað og það fjallað sérstaklega menningar tengda og íþrótta tengda viðburði og þess háttar. Síðan auðvitað farið svona dýpra ofan í rekstur og skipulag og þess háttar, þannig að þetta svona svolítið pínulítið af öllu sem að við kemur því að skipuleggja góðan viðburð og svo eins og nefndir þetta starfstengt, þannig að hluti af náminu að fara í verknám. Þetta nám sem að sífellt vinsælla og kannski margt sem kemur þar til. Það auðvitað alltaf að verða fjölbreyttari flóra viðburða sem haldnir eru, hvort sem það í kringum tónlist eða íþróttir eða allar þessar blessuðu bæjarhátíðir og innan stærri fyrirtækja vilja menn auðvitað geta skipulagt starfsdaga, fjölskyldudaga eða árshátíð eða hvað þetta kann að vera. Þannig að ég held að sé mjög víða sem eftirspurn eftir fólki með þetta nám því að þetta svona opnar, þetta svona kemur inn á ansi marga þætti. Hvað þarf maður að hafa í svona grunneðlinu sínu til þess að geta stýrt viðburði? Það mjög góð spurning. Þetta snýst svolítið mikið svona lausnamiðað hugsun. Þetta náttúrulega reddingar einhvern veginn, endalausar og stanslausar sem sagt að láta hlutina rúlla, mikil mannleg samskipti og það þarf að geta stýrt fjármálum og hafa svona svolítið, ég myndi segja sans fyrir svona mannlegum samskiptum væri þetta mjög mikilvægur. En þetta kemur fólk inn í þetta með mjög mismunandi bakgrunn og reynslu og þess háttar og eins og segi, þetta fyrst og fremst fjölbreytt. En hvernig hefur þróunin verið varðandi þá sem koma að Hólum og eru þá á staðnum í náminu og hins vegar fjarnema? Það hefur verið svolítið misjafnt eftir árum en til dæmis í vetur hefur verið töluvert mikið af fjarnemum fyrst og fremst. Það hefur verið meira af þeim. Best auðvitað að hafa svona hæfilega blöndu af hvort tveggja, sem sagt hafa ákveðna staðnema sem eru þar allan veturinn. Síðan koma fjarnemarnir í lotur í Hóla. Þetta byggt upp sem 6 vikna námskeið og þau koma einu sinni á því 6 vikna tímabili í 2-3 daga lotur í Hóla. Fjarnámið auðvitað frábært hvað það varðar að það býður upp á að fólk komi í þetta nám þó það sé í fullu starfi jafnvel annars staðar og fólk sem aldrei gæti tekið sig upp og flutt til að mennta sig. Þannig að allt hefur þetta kost og galla en best að hafa svona hæfilega blöndu af báðu og það það sem við vonum núna að fólk flykkist í þetta námi auðvitað í Hóla, bæði einhverju til að setjast þar að tímabundið og aðrir til þess að taka þetta í fjarnámi. Og þið eru einmitt núna að óska eftir nýjum nemum fyrir næsta haust, það er opið fyrir umsóknir núna og bara kíkja inn á hólar.is og skoða þetta allt saman. Er þetta dýrt nám? Nei, þetta nú ekki tilfellilega dýrt nám. Nei, það er ekki þannig. Þetta fyrst og fremst spurningum að menn svona geti tekið frá þann tíma sem þarf í þetta, hvort sem menn ætla að fara þá í þetta í staðanámi eða taka fjarnámið. Það eru nemar sem að útskrifaðir í þessu sem eru allt frá því að reka sitt eigið fyrirtæki sem að snýst eingöngum að skipuleggja viðburði, eru inn í fyrirtæki með þessi hlutverk og eða að gera eitthvað allt annað en nýta sér mögulega þessa reynslu og þekkingu þá í sínu starfi. Menn taka sér tímabundið verkefni jafnvel og þeir eru víða nemarnir okkar.